Ég ætla að sýna ykkur hvernig þið getið æft shooting form ykkar. Best að koma sér nálægt körfunni til að taka skotið. Axlarvöðvi fer í samdrátt og lyftir handleggnum og brjóstvöðvar hjálpa til að færa boltann upp. Og passa sig að hafa höndina alltaf undir boltanum. Núna er maður komin í skotform og maður sér að triceps rétta handlegginn og fætur eru örlítið beygðir, en að quadriceps í léttum samdrætti. Mikilvægt að beygja hnén svo getur lyftið fljótt upp og fá meiri kraft, og ef þú átt erfitt með að skjóta með einni hönd, er best að hafa hina fyrir bakvið. Í follow-throughinu eru axlarvöðvar og framhandleggur að halda stöðu og kjarni heldur líkamanum kyrrum, og það er mikilvægt að halda follow-through í körfu. En er eitthvað sem kallast rétt leið til að skjóta? Nei. Til dæmis ætla ég að sýna ykkur 2 NBA-leikmenn sem eru með skrítinn skotstíl en hafa samt komist í stóru deildina. Lonzo Ball. Eins og þið sjáið á dregur hann skothöndina hinum megin við hausi sinn. Tyrese Halliburton. Skotið hans er allt öðruvísi. Hann er með skothöndina á hliðinni á boltanum. Algengar villur og hvað er hægt að gera í þeim? Algengar villur sem er yfirleitt gert eru að olnboginn fer til hliðar og það er út af óvana og litlum styrki, og lausnin við því er að það er gott að skjóta upp við vegg til þess að olnboginn kemst ekki til hliðar. Síðan önnur er nota aukahöndina til að ýta boltanum, og það er út að reyna að setja meiri kraft í skotið. Og síðan lausnin við því er að gera æfinguna í vídeónu sem þið eru bara að horfa núna á. En nú ætlum ég bara að tala um vöðvana. Aðalvöðvanir sem er notað í þessu eru sem sagt axlavöðvi, þegar þú lyftir handleggnum, tricep, þegar þú ert að rétta handlegginn í skotinu, framhandsleggsvöðvar, þegar þú ert að stjórna spinning og losun, og brjóstvöðvar, þeir hjálpa aðeins við upphreyfinguna.